Komiði sæl ágætu áhorfendur og hlustendur. Við erum á okkar stað til að gera það sem við erum vön að gera hér, sem að tjá okkur eitthvað svolítið það sem Drottinn vill að við ígrundum og hugleiðum og kannski lærum af. Aldrei að þetta, nema við lærum af. En til að við lærum af þurfum við nú víst fyrst að heyra málflutningin. Og Drottinn talar til okkar sitt mannamál og mál sem við skiljum vel og svo sem drögum ýmsar ályktanir af. Þannig svona í eðli manna að draga ýmsar ályktanir af og vera ekki kannski alveg alltaf sammála síðasta ræðumanni. Það kannski ágætt en líka ljóður og sömu. Þegar Drottinn talar þá skulum við bara leggja við hlustir og svo trúum við. Það heitir víst að vera trúuð manneskja, það er að trúa því sem Drottinn er að segja. Ef við leggjum ekki eyrun við allt sem í gangi er og trúum því ekkert öllu sem maður og kona er að segja, en þegar Drottinn talar skulum við leggja við eyrun. Og þarna kemur trúandi skjalan og kastana því að hún greinir á milli orðs Guðs og orð heims og manna. Og það er mikill munur á því hvort við erum að hlusta á. Heimurinn, hann er náttúrulega bara eins og hann er erindreki eins og vonda í þessum heimi og þannig er það bara. Það sem gerðist í skilningstri góðs og ills, það olli nú öllu þessum vanda sem við erum að eiga í dag. Að við erum svo mörg sem að hlustum á höfðingja heimsins. Og að því að við svo mörg hlustum á höfðingja heimsins er allt þetta, allur þessi glundroði í gangi hvert sem við horfum og lítum. Já, alls þar þar sem við förum og já, skoðum, þá sjáum við glundroða og miklu meiri glundroða en við kannski kærum okkur En það má laga þetta allt saman. Ef við gerum það ekki einn mætti, það náttúrulega liggur alveg fyrir því að ef svo væri, þá væri við líka verið lifandi löngu búnir að því. En svo er ekki og þess vegna líka ástandið eins og það svona frekar dapurt. Það verður nú bara að segjast alveg eins og En ekki okkar ranni. Í ranni því sem að Drottinn opnaði fyrir okkur og við fórum þær dyr og erum enn fyrir innan þær dyr að við erum búin að sjá mörg á okkur að það er best að vera en þetta segir ekki til það að í okkur þessi endalausa togstreita því að okkur gengur svo illa að velja og sannfærast sem við gerum alltaf inn á milli en inn á milli þá dettum við út úr þeirri sannfæringu og förum að glíma í raun og veru á sama stað við vorum að glíma kannski áður en að trúin varð raunveruleiki. Þannig að þessi glíma stendur ítrekkað áfram og endurtekið áfram. Því við erum svo flöktandi, okkur vantar svo mikið staðfestu fyrir okkar trú og þess vegna svona þáttur og allir á hinir þættirnir sem eru bara hreinir og beinir. Þeir ítrekka þetta við okkur að ég þarf sjálfur að taka mig tæki og vera þetta Guðsbarn sem ég segist vera og lifa þá sem þetta Guðsbarn sem ég segist vera og enginn efast það að ég sé að segja neitt annað en satt. En sýni ég það í breytni minni að ég sé þessi trúaða manneskja. Ég fyrir mína parta svo sem spá ekki mikið í það hvað aðrir eru að sjá en ég hef reynt að þóknast Guði í öllu sem ég hef verið að gera. Ég get ekki séð neitt hvað menn eru að sjá og það fyrir margt löngu sem hættur að velta því fyrir sér. Eins og ég hef oft sagt og við höfum oft sagt hér, það þarf ég að vita hver ég stend í Jesú nafni. Og það veit ég vegna þess að ég veit hver Drottinn og ég veit að hann talar til mann og kvenna og ég veit líka að hann gerir það sem þarf til þess að við náum áttum og getum verið þetta trúaða fólk sem við elskum í hjarta okkur að vera. Ég veit alveg hvað trúaður maður vill sjá og helst gera
Hann vill vera þar sem Drottinn boðaður. Og það sem talað Drottinn og svo framvegis og framvegis, það þetta sem hann vill, og í félagskap við þetta fólk vill hann vera, en stundum það nú bara þannig að okkur gengur líka frekar brösulega að koma okkur að þar. Af hverju? Hver skilur mannshjarta? Mannshjartað fullt af veikleika og þar af leiðandi röngum hugsunum, og þetta á ekki við einhvern einn og eina. Við erum öll þar og höfum öll verið þar á einhvern tímapunkti í okkar lífi. Þannig við áfællistum ekkert aðra þó þeir séu þar núna. Hvað getum við gert? Við getum ekkert gert, nema bara haldið áfram að gera það sem við höfum verið að gera. Sem að boða fagnaðarerindið með þeim hætti sem að Drottinn býður. Og hvað býður hann? Hér og nú, fagnaðarerindið hér og nú, það það sem hann býður. Það sem hann segist vilja heyra og sjá í verkumannana, hann leggur engum áherslu á þetta. En þarna eins og oft áður heimurinn í algjöri andstöðu við þetta yndislega orðguð, því hann ekki með markmiðið þarna. Hann með markmiðið að ná árangri, og árangur hjá honum eitthvað í sambandi við vinnuna, og komast til metorða þar og allt saman það, eða eiga eitthvað og byggja eitthvað og eiga sem fínasta umgjörð í kringu sitt líf. En hvað svo? Við vitum öll hvað þetta endar. Höfum verið að næra trúna okkar, höfum verið að byggja upp trúna okkar á þessari vegferð, eða hvernig hefur við lifað okkar lífi? Eða erum við bara eins og allir aðrir eða margir aðrir reiðar betra manneskjur? Getur trúið manneskja verið reið betur manneskja? Ég spyr þig nú. Ætli þekki nú ekki fleiri en eina og fleiri en tvær, ég rekna með því, og ætli hafa nú ekki séð margsinnis alls konar gerast í ranni Drottins. Þannig við sjáum að við sem trúum, við erum ekkert fullkomnar manneskjur, en það megum við eiga, og það gjöf, og við þökkum endalaust fyrir hann að við trúum á hvern? Jesú. Og það það sem við erum að boða, trúna á Jesú. Ekki okkur sjálf, heldur trúna á Jesú. Hann verður. Við erum ágætis vinir og getum alveg þótt vænt hvort annað og allt saman það. En við ekkert af okkur Jesú. Ekkert af okkur með aflið sem Jesús hefur til að breyta, innvolsi mannsins, ef svo má segja. En hann getur það og fer létt með og gerir með orði sínu. Þess vegna uppaleggur hann okkur alltaf að lesa orð Guðs, pæli í orði Guðs, fylla hjarta af orði Guðs, og hann sér þetta, að við gerum þetta og ýtir okkur í þetta verk, en við getum alveg staðið á móti þessu eins og öllu öðru. Og farið með sjálfa okkur, þegar Drottinn vill að við beðum til hægri, þá förum við með sjálfa okkur til vinstri, eða beint áfram. Það ekkert sjálfsagt og fyrirfram gefið að við séum að hlýða alltaf Guði, en þetta eitt af áherslum kennslunar, það einmitt að gera það, hlýða Guði. Af hverju? Hann hefur rétt fyrir sér, alltaf. En ég get svo sem alveg haft rétt fyrir mér, en bara stundum hef ég rétt fyrir mér. Og maður má eiga það sem maður á, að stundum hefur maður nú beinlínis rétt fyrir sér, en bara stundum. En Drottinn hefur alltaf rétt fyrir sér, alltaf. Þannig að við erum í góðum málum, svo lengi og fremi sem við erum bara þetta rótfasta fólk í Jesú nafni. Og hver ræður því? Þú fyrir mig og ég fyrir þig? Nei, við tökum ákvörðun þetta sjálf og sjálfstætt. Við höfum sjálfstætt val og lifum reglulega og reglusömu lífi með Drottni, að því það það sem hann vill. Hann vill að maðurinn sé alls góður og vitandi vel hvað hann að framkvæma og hvað hann að hugsa og pæla, öndvertið drukkinn mann eða dópaðan mann, hann veit stundum ekkert hvað hann að gera. Svo vaknar hann daginn eftir og mann ekki einu sinni hvað hann var, og því þú heldur hvað hann sagði og gerði. Þetta ekkert líf. Þetta ekki það sem Drottinn vill, og hann ræði í öllum árum að ná þessu fólki þaðan út. Og ég einn vitnisburður það að hann náði allavega þessum út og fór létt með. Ég vissi það þegar þetta gerðist að ég myndi aldrei aftur smakka áfengi, og það 40 ár síðan, eða meira, 45 ár síðan. Það var 79, það orðið nokkuð langt síðan, og
Ég man þetta eins og hafi gerst í gær vegna þess að það þegar Drottinn snertir þig, þá það svo stórt fyrir manneskju að hún gleymir því aldrei. Og þess vegna getum við verið að rifja upp til að mynda opinberanir sem Drottinn hefur að gefa okkur. Og opinberanir alveg bara alla okkar ævi og löngu áður en að við vorum trúaðar manneskju. Þannig að við sjáum að hann hefur alltaf vitað af okkur og hann var alltaf með markmið með hvert og eitt okkar og suma kippir hann inn fyrir og ég einn af þeim og þú með mér og við getum bara þakkað fyrir það. Akkur hann tekur ekki alla, það er bara ekkert okkar að vera neitt að velta því fyrir okkur. En við skulum bara þakka fyrir það sem við eigum og þetta eigum við. Og þetta verður aldrei fyrir okkur tekið en ef við missum vit glóruna, þá getum við rifið þetta á okkur sjálf og því miður hafa einhverju gert það. Við erum bara heimsins fólk eins og það var áður en það frelsaðist og það verið margt löngu búið að gleyma þakklætinu og hrifningunni og aðdáninni sem vaknaði á Jesú þegar þetta gerðist. Ég bara vitnaði sjálf mig þegar ég sá hvað hefði gerst og ég á það opinberaðist fyrir mér að það væri til Guð. Ég hef aldrei orðið samur maður eftir það. Sama með þig. En kannski ertu horfin af vellinum í dag og ertu búin að gleyma þessum fyrstu viðbröðum þínum gagnvart lifandi Guði. Rifjaðu það bara upp. Og ef þú hefur brotið eitthvað af þér, alvarlega þá skaltu bara fara á hnén og hrópa til Guð sem hann fyrirgefur þér. Og hann mun fyrirgefa þér. Því hann vil hafa alla hjá sér sem hann á annað borð hefur tekið til sín. Því að lífið náttúrulega núna og það svo kallað erfitt, við erum nú alltaf að minna okkur á það hvað erfitt þetta líf. En lífið samt dásamlegt. Hvað betra en að lifa lífinu lifandi. Ég veit ekkert annað neitt betra en þú kannski hefur aðra sögu að segja en ég veit ekki hver hún gæti verið. En það ég ekki þú. En þetta nú ekki umræðuefnið hvað þér finnst mitt og annað, heldur það sem Drottinn vill að við heyrum. Og hvað vill hann að við heyrum? Að hann sé krossfestur, að hann hafi verið krossfestur og hann hafi verið lagður í gröfina og hann hafi risið upp á þriðja degi vegna þess að boði Drottins skyldi þetta verða með þessum hætti og það ástæðan fyrir því að ég sitt hér að segja þér frá Jesú að hann snart mig og hann hefur líka snortið þig. Þannig að við erum á sama báti hvað þetta varðar, en erum við vinir? Það allt annað mál. Hvað það sem hindrar vinátt okkar? Ekki spyrja mig að því, ég er löngu hættur að velta fyrir mér hvað aðrir að pæla. Það bara kemur ekki til greina, ég hef engan tíma til þess og ætla ekki einu sinni að reyna að svara þessari spurningu. En ég veit að stundum eru menn afskaplega viðkvæmir, það má ekki horfa á það einu sem með einhverju svokölluðu einkennilega ögnaræði, þá eru þið bara búnir. Vil ég get með þennan mann hafa meira að gera. Samt lofaði Guð. Drottinn vinur minn og ég vinur hans og hann vill allir allt sitt fólk séu vinir. En ef að menn vilja það ekki náttúrulega þá verður ekki af neinni vináttur en menn hafi þetta bara eins og þeir vilja. Ég ekki þar. Ég hef aldrei verið þar. Já, ég hef örugglega einhvern að verða en ég það alveg pottitt ekki lengur. Ég bara má ekki vera að því að standa í einhverju svona þvælu þegar ég hef nóg að gera í að boða og tala Guð, skrifa Guð, heyri Guði og svo framvegis og framvegis. Og ég á margar góða stundir í kirkjunni minni og ég á marga mjög góða vini þar og frekar að vináttan eflist en minki en maður sér alls konar samt gerast. Af hverju? Þessi við erum bara manneskjur. Við erum að glíma okkar glímu, við viljum öll gera það sem rétt og það sem vel en gengum misjafnlega að framkvæma þetta að þið verið svo ofur viðkvæmt fólk eins og ég var að tala áðan og þetta sannleikur því miður. Það þarf ekki annað en að bara horfa einhverjum skrýtnum augum á fólk þá bara komin upp einhver svakalega einkennileg hugsun sem enginn skilur á hverju kom. Og allra síðast hann og hún sem fór að hugsa einhver einkennileg hugsun einstaklinga. Þurfum að deyja þessu krakka mínir því að þetta ekkert vit í þessu.
Segðu mig hvað það vitir í þessu. Og þú veist það líka alveg svo þetta rám. En samt er þetta detta niður í þetta að fara aftur og aftur á þess að spyrja þig af hverju. Því að þú greinilega og sennilega hefur ekki hugmynd það sjálfur og sjálf. Þannig að það er eitthvað í þínu hjarta, minn kæri og kæra, sem þarf að hverfa. Akkur ekki að leyfa þig bara að hverfa núna og byrja þess að vinna núna, því að það er bjart framundan. Því að ef þú ert á þessu stað að þú ert svona ofur viðkvæm manneskja, þá myndu alltaf lenda í þessu aftur og aftur og aftur, verða jafn undrandi og þú hefur alltaf verið. Þú ferð ekki með sama pakka, með sama gamla gumsinu í og færði einhverja nýja niðurstöður úr því. Þú bara opnar pakkan og þú sérð allar niðurstöður sem að hreyfðu og beygluðu og þetta heldur bara áfram svo lengi sem þú ert að draslast með þennan pakka með þér. Og hvað þetta er á það? Nú bara losa sig við það. Sé að skilja við þetta og bara byrja frá grunni af þess þar til þess að byggja upp sitt líf og verða manneskja sem maður vill verða. Hvað viltu verða? Ég reikna með því að þú viljir eins og allar flestar manneskja bara vera góð og trygg manneskja. Já, svo smætt að stóla og treysta á og henni hefur það verið með þeim hætti. Hvað ertu búin að skipta oft vinnu? Hvað ertu búin að hlaupa frá mörgum verkum í gegnum tíðina? Þú þarft ekki að segja mér það. En það væri gott fyrir þig sjálfan og sjálfa að segja sjálfum þér og sjálfri þessa niðurstöðu. Og þú byrjar að telja því að þú ert heiðarlega og samviskusam manneskja og segir þau. Það er alveg hellingur. Og þú getur líka tekið ákvörðun eins og ég og margir aðra gerð. Nú lýkur þessu ferli. Ef þú gerir það ekki, þá get ég ekki gert það fyrir þig. Ég get bent þér á sem Guðsmaður að þarna er breytinga þörf. En þú verður að vilja það. Þú verður að vilja gera þessa breytingu sem að, já, líklega þú vilt ekki því enn ert á sama stað og þú hefur alltaf verið á. Ég veit ekki, ég held að menn séu nú fyrir löngu búin að sjá þetta sjálfur, eins og hann hafi ekki leiðina til að losa sig við þetta, við þessa ofur viðkvæmni. Og þetta er nú yfirleitt af sömu ástæðu, svo kölluðu skertu sjálfsáliti, sem að líklega við öll erum meira og minna haldin af, en höfum svona misjafnlega tekist á við þetta verk og sumir komnir svolítið upp fyrir þetta, en inn á milli kannski hrapaði niður í sama far. Þannig að þetta líf er ekkert nema svona, það er barátta fram og tilbaka, en við verðum líka að muna það að í gegnum allt þetta er Jesú með okkur. Akkur heldur hann hafi frelst okkur? Akkur heldur hann leggja þessu ofur áherslu á það að við séum að lesa orð Guðs og akkur heldur þú að hann leggja þessu ofur áherslu á að við séum í samfélagi við annað trúað fólk? Það liggur alveg fyrir. Það er vegna þess að þetta fólk hefur Drottinn tekið að sér. Hann hefur fyllt að heilugum anda. Ef þú ert fylltur heilugum anda og viðurkennir það, þá máttu vita það að ég og fleiri erum það líka. Þannig að við erum bara á sama bát. Akkur ekki fara að vinna eins og samhent áhöfn gerir. Gerum við það? Stundum allavega gerum við það, en nálega ekki nærri alltaf. Það er alltaf ykkur sem er með hrútstofnin sín uppi og alltaf tilbúin til að stanga með þeim. En ég held að þú viljir ekkert vera það. Ekki frekar en ég. Er ég þessi maður? Þú veist að ég er það ekki. Maður er svo sem lent í alls konar sem að maður er ekkert unnið til og kærir sig ekkert en því miður þarf að glíma við. Af hverju? Þegar við erum öll breyst fólk, við erum innan breyst fólk sem kann misjafnlega vel tökin á því að skikka sjálfa sig til betri verka, en þetta er eitt af því sem við erum að læra. Og þess vegna erum við trúaðar manneskjur að við viljum læra þessi fög. Þetta er ekkert annað en fag og kannski eitt besta fagið sem við getum farið í til að ná árangri í. Ef við verðum að vilja það. Við verðum að vilja gera þessi verk. Já, þetta eru verk. Ég get alveg lofa þér því og þú tekur nú undir það, ég veit það. Þetta eru mjög mikilvæg verk og veistu af hverju?
Þetta bætir lífstetrið þitt, fyrst og fremst. Þú þarft að vera sáttur og sátt í einn skinni, ertu það? Ekki á meðan þú allavega ert á þeim stað að þessi ofur viðkvæmni er að hrjá þig. Ofur viðkvæmni, eins og við vorum að tala við höfum öll verið þarna, þannig við vitum alveg hvað er að ræða. Því að við vissar kringumstæður, þá kviknar þessi ofur viðkvæmni. Af hverju? Segðu mér það. Þú vitir það nokkuð frekar en ég. En hún kviknar, það veistu. Með sömu viðburðum. Að þú líklega vilt fara. Eða ekki? Hefur það ekki hingað til að vera niðurstaða þín að þú vilt bara fara? En ég spyr þig, hvaða mál hefur það hingað til leyst? Og þú veist það, jafnvel ekkert. Því að vandinn liggur ekkert þarna. Það liggur í afstöðu þinni til málsins sem kveikir alltaf þessa ofur viðkvæmni þína af, já, sennilega, mögulega, skertri sjálfsmynd. Skertri sjálfsmynd. Hvað er skert sjálfsmynd? Það er eitthvað sem að maðurinn temur sér við og venur sig á að setja á sjálfan sig. Ég er ekki nógu góður. Ég er að reyna mitt besta. Og svo framvegis, svo haltu bara áfram að reyna þitt besta. En þú ert alveg nógu góður, eða góð. Mundu það. Bæði ég og þú erum alveg nógu góð. Og við heldum áfram að reyna okkar besta. Því að það eigum að gera. Það er í raun og veru skylda okkar að reyna það besta og vera eins og ykkur segir og stundum er sagt besta útgáfan af sér sjálfri. Í þessu er mikill sannleikur. En hvað merkir þetta? Að vera besta útgáfan af sjálfri sér. Það merkir vinnu. Þú ætlar að deyja alveg fullt af hlutum til að þessi besta útgáfa sjálfur þér komi fram. Hvenær kemur hún helst fram? Hún kemur náttúrulega fram í besta vinahópnum þínum. En stundum ertu ekki þar. Og hvað ætlar að gera þá? Falla bara saman í alls konar hugsanir og pælingar vegna þess að menn eru bara eins og þeir eru. Þetta er eitt sem við þurfum að læra. Menn eru eins og þeir eru. Og að því að þeir eru eins og þeir eru, þá breytir hvorki ég að þú þeim. Akkurju? Akkurju viljum við ala fullorðna menn upp? Akkurju viljum við allir séu eins og við, ég og þú? Sumir vilja það. En það er ekki hægt. Vegna þess að einstaklingur heldur áfram að vera einstaklingur og bara eins og hann er. Ég þekki engan annan sem er bara ekki annað en hann er. Ég man alltaf eftir því að ég hitti leikfélaga minn sem er orðið jafn gamall kall og ég í dag, hann mörg ár síðan, ég veit ekkert hvað hann er í dag. Og hann var með svona ákveðna kæki þrákurinn og var alltaf með þá sko og svo fyrir við að tala saman og ég sé þessa kæki og svona kæki í honum alveg eins og alltaf hefur verið og ég sagði, menn breytast ekki neitt. Akkur er það með þessi kæki, því að hann hefur sjálf aldrei tekið eftir þessi sjálfur. Og þetta er orðið bara partur af honum, ekki svo að skilja að hann þurfi neitt að losa sig við þetta. En þetta er svona kæki sem að kannski aðrir taka eftir, en verður svo bara partur af einstaklingum. Já, en jákvæð eða neikvæð, ég veit ekkert það, samt einhvað sem að líklega maðurinn hefur tamist við, og fundi sig kannski aðeins svona stærri af, maður veit aldrei svo sem hvað menn er að pæla. En þú manst eftir þessu og veist að þetta eru bara kækir uppátækingur sem að maðurinn bara kemur fyrir sig sjálfu og notar sennilega og oft bara ótæpilega og verður svona þekktur að þessu leyti. Og þetta bara virðist bara ganga með mönnum og hvernig ætlar að ala menni upp þannig að þetta er hættið þessu. Ef þetta á annað borð er eitthvað að fara í taugarnar á þér. Ja, þetta er ýmislegt sem við þurfum að búa við og byggja undir hjá okkur sjálfum til að við séum ekki að láta annað hvert atriði trufla okkur sem að gerir. Og þá ertu nú í vondum málum ef þú ætlar að fara að láta annað hvert atriði sem þú verður fyrir trufla þig. Því það eru mörg atriði sem rekur á þína fjöru og hverjum einasta degi. Ef allt er að trufla þig, þá ertu nú væni minn bara í mjög vondum málum. Og hvað ætlar að gera?
Hvað ætlar að gera? Já, ég veit ekkert það, en fyrsta atriðið til að gera er að sjá og skilja og skynja og taka á eftir ákvörðun að þessu vilji ég breyta. Mörgu hefur maður breytt í sínu fari og mörgu að því maður eiginlega sá að þetta var ekkert sniðugt og hætti þessu. Þannig að þú, alveg svo ég, getur hætt fullt af hlutum, en það gerist ekki þarna við þú sérð þetta sjálfur og sjálf. Það er fyrsta skrefið allir lagfæringu að þessu leyti. Þú sérð ekki neitt. Nú þá er ekki það er bara þannig. Ef mér sjá ekki vandan, þá er ekki það hjá þeim. En allir aðrir kannski sjá þennan vanda, en ekki sá sem að á við. Þetta er eitt af því að vera í samfélagi manna, þó maður með í kringu sig alls konar svona. Og eftir því sem maður þekki manni betur og lengur, þá náttúrulega sér maður betur að þetta menga alla fyrirbrigði. Og maður náttúrulega bendir á sjálfan sig og já, segir það bara, maður bendir á sjálfan sig. Við erum öllum sinna bara menga öllu fyrirbrigði, en samt elskuð sköpun Guðs. Hann var ekkert að horfa í þetta þegar hann frelsaði mig og þig. Hann frelsaði mig og þig vegna þess að hann elskar okkur. Við erum sköpunar, við erum hans. Já, hann tekur okkur eins og við erum. Og svo byrjar skólinn og stundur tiftunin og ögunin og sem við stynjum undan og það er allt í lagi. En þegar drottinn tiftar á aga, þá stynjum við eins og stungna grísi, það vantar ekki. En eftir á erum við bara mjög þakkláttir fyrir þessa tiftun og ögun, þegar við sáum hvað hún gerði okkur rosalega gott. Og ætlum að gæti nú ekki tekið nokkra vitnisburði það hvað þessi sjálfan varða. Alveg örugglega jafn marga á þú. Því við öll verið á þessu stað að þurfa þessa tiftun og ögun og það er eitt hlutverki sem drottinn er með handa okkur. Að hann vill sjá þetta sjálfur, gera þetta upp á eigin spýtur að því hann ræður við þetta. Ég ræði ekki við þetta, ég verður búin að þið fyrir löngu, en hann ræður við það og tekur á svo þáttum, já bara þegar hann sér að það er komið tími til að glíma við hann, þennan þátt. Hann er búinn að glíma við fullt af þáttum bæði mér og þér, en núna framundan eru einhverjir nýjir þættir sem hann ætlar að fara að eiga við. Hvaða þættir eru það? Kannski litli kallinn sem vaknar alltaf í þér við vissar kringumstæður. Og kannski litli kallinn í mér sem vaknar alltaf við, já, vissar kringumstæður. Þannig við erum á sama bát. Hvað viljum við? Ætlum við bara að flýja undan í þegar þetta kemur á okkur eða ætlum við að takast á við þetta eins og ærlegi kristnir menn? Ég get alveg hvattir til að gera það, en ég get ekki tekið þessu ákvörðun fyrir þig. Þú verður að taka hana sjálfur. Eina sem ég get gert er að benda þér á þetta, því að það er svo mikið lausn í þessu að leyfa bara drottni að vera drottinn í sínu lífi og maður sjálfur er bara veiklunduð manneskja sem að, já, reynir og vill en gerir kannski fátt sem er rétt. En gerum alltaf meira af réttu vegna þess að við eigum Jesú yfir okkur sem er að etja okkur inn í allt þetta góða. Þannig við sjáum alveg hver á heiðurinn og hver á þakklæti, hann heitir Jesús. Hann heitir ekki Konur Hafnarfirði eða nefndu þitt nafn, hann heitir Jesús. Konur Hafnarfirði og þitt nafn getum hins vegar sagt frá Jesú og hvatt menn til þess að, já, tileinkað sér þetta nafn. Það heitir víst boðun. Og við erum hvatt til þess að boða hinn uppreisna og krossfesta Jesús og við gerum það með þeirri aðferð sem hann notar og hver er helsti vitnisburðinu það er líf mitt, heiðarleiki minn, drengskapur minn, hann talar hæst til allra, ekki það sem ég er að segja endilega, heldur hvernig ég lifi, er ég heiðarleg manneskja, er ég ærleg manneskja, ég veit að þú svarar þessu neitandi, að því þú þekkir mig betur en ég, en ég er ekkert sammála þínu, ég er bara víst heiðarleg, ærleg manneskja, eins og ég hef alltaf verið, alla mín ævi reyndar. Og ég ætla ekki að fara veiklast neitt í því á gamals aldri, það bara kemur ekki til greina. En þetta er eitt af því sem að maður dáir fyrir margt löngu. Það er að veltaði fyrir sér hvað aðri pæla. Ég er reyndar held að ég hef nú aldrei verið þar. Ég veit að þú veist betur en ég er þarna líka. En ég held að ég hef aldrei verið þar svona neitt þannig séð að pæla í þessu. Allavega ef það hefur verið þá hefur það
vara mjög stutt í hvert sinn. En þetta auðvitað gerir mann ekkert að fullkomnum manni. Og hvað gerir mann að fullkomnum manni? Ætli maður ná ekki mestum og bestum árangri þar með því að ganga veginn sem að Kristur að boða, læra leksjuna af Kristi og tileinka sér það sem Krist, þá kannski nær maður þessu marki. Svona, já, kannski að endingu. Þannig að við erum að læra allt okkar líf. Og eftir að Kristur tók okkur til sína þá fórum við að læra hans leksju sem algjörlega andhverf við það sem við lærðum í heiminum. Og ekki hefur það nú skánað þegar til að mynda með skólana sem eru að tala svo mikla vitleysu. Og það eðlilegt. Það ekki þar lengur sem að minnir á Guð. Það engin fræðsla Guð, Jesú Krist, kirkjunu og svo framvegis. Það búið að henda þessu öll út. Þetta árangur sá að við erum að stendum uppi núna með alls konar rugl og menn botna ekkert upp í niður hvað þið að fara, oft og tíðum. Viljum við hafa þetta svona? Auðvitað viljum við ekkert hafa þetta svona, en þetta það sem Og sumir standa með þessu og þeir sjá ekki annað en að þetta sé að gera gott. Þetta að við þurfum að ala upp börnin í þessari þvælu. Auðvitað að þvæla, því að þetta röng kennsla. Að setja drottinn til hliðar og koma eitthvað annað í staðinn röng kennsla og verður alltaf röng kennsla. Og við erum á fullu þar, hver lengi, en það veit ég ekkert en ég bara segi ykkur það, að eitt daginn þá verður þessu öllu saman snúið við og skipið rétt af, þannig að við förum aftur að horfa til Jesús sem eitthvað afl sem getur leyst okkur. Hann nefnilega afl sem getur leyst okkur. Frá hverju? Nú þessari vitleysu sem í gangi. Bæði hinu daglega og meðal okkar annar, okkar mannanna eiginlega hverra sem það alls konar vitleysa í gangi og uppi bæði hjá mér og þér, sem við vildum að væri ekki. En við erum mennirnir og konurnar sem þó viljum takast á við þetta og alveg örugglega ef okkur bent á það og hver bendir? Ég? Nei. Jesús sjálfur bendir. Og þá viljum við takast á við það með honum og hann með okkur í því. Hver hefur ekki þessa reynslu af Jesú? Ég hef oft haft hana og fengið hana og mun áfram fá hana. Og nú hann að leyfa mér að deila þessu með þér. Að þennar að við fá að takast á við þetta með þér, ekki fyrir þig, nema kannski einhverju leyti, en með þér. Vegna þess, ef þú ert að takast á við þetta með honum, þá ertu leið að læra af því sem þú ert að gera. Og þú sannfærist af því sem þú ert að gera, þú viljir ekkert fara út í þetta fara aftur. Þetta bara ákvörðun. Þú gætir alveg leitað í þetta far, og sem leitað í þetta far jafnvel trúa fólk. Og þetta auðvitað niður í sömu spýjuna og þau spúðu í sínu gamla lífi. Það hefur ekkert breyst þar og sumir menn vilja fara þangað aftur. Ekkert, engar breytingar og bara gamla farið. Ég segi við því, nei takk, ég vil það ekki. Ég vissi það alltaf, þegar ég var í áfengjunni í Gallandaga og það lék mig illa og allt saman það og ég skammast mér ekkert fyrir það, ég stoltur af því að þó reyfi mig út úr þessu. En ég veit það og vissi það alveg frá fyrsta degi ég byrjaði aftur, þá færi ég, setti bara fingur niður, maður færi beint á þann stað. Þannig að einu sinni var kannski gaman, en það allt saman löngu búið og ef þú ferð aftur í þetta, það beint þangað. Spurðu hann sem hefur dottið eftir ykkur ár, beint á sama stað. Það alltaf sama sagan, sama svarið það, beint á sama stað. En þetta gaf okkur drottinn mér að sjá og ég sannfærði sjálfur að þetta yrði bara svona. Þannig að ég hef bara ekkert verið neitt að reyna að gera neitt þar. Og ég alveg mjög sáttur við það í dag og búinn að vera edrú í alla þessa áratugi. Ég er svo sem ekkert stoltur af því. En þetta bara það sem ég ákvað á sínu tíma að gera ekki aftur. Og svo bara líða árin og áratugirnir og svo getum við að fara að tala þetta áratugum á undan. Maður gerir þetta ekki til að reyfi neitt upp fyrir sjálfum sér, því ég veit alveg hvað ég stend líka þessu leyti, en vegna þess að þetta ennþá sami vandi hefur alltaf verið, bæði fíkniefna og áfengissneysla. Hún alveg sami vandi, hún hefur alltaf verið,
og kannski miklu meiri vandi, því að í dag búið að breyta svo mikið kerfinu og að hjálpa, hverjum verið að hjálpa? Hvaða aðferðir eru notað við að hjálpa? Já, ég veit það ekki, ég skil ekki þessa meðferð í dag, en ég veit bara að ef þú vilt hætta að nota áfengi og eiturlyf, þá það barátta, alveg hörku barátta. Og þú ert með þetta allt í liða, það nú það fyrsta sem þú gerir, kannski trappar þig niður, en svo líkur því, þá byrjar hitt. En aðalatrið, þegar þú vilt fara í þetta, þá verður að segja skilið við þetta allt, bara bingo, búið. Þá byrja barátta, því að líkaminn kallar eftir þessu og hann harður húsbóndi og það þekkjum við. Ef við látum ekki undan og við þurfum hjálp við það og þessa hjálp að fá og svo framvegis en þú verður að ljúka ferlinu. Sumir hlaupa út í miðjum klíðum og það náttúrulega sama og við erum ekki með neitt árangur, en við höfum ekkert að sætta okkur við það. Til að halda út, já, þá þurfum við að halda út og vera undir þeim maga sem að kennslan að krefja okkur Þá árangur. Því að þú mátt vita það að þeir sem eru að hjálpa öðrum áfengisneytendum, þeir gera það af reynslu, standa á stað í dag sem þeir segja sér svo miklu betri staður var. Og þetta það sem þeir eru að gera. Þeir vita sjálfur það hvað þetta var erfitt, hvað þetta var rosalega erfitt á köflum. En þeir héldu áfram og eru það sem þeir eru í dag, já, búin að vera edrú eins og ég í 45 ár og ég veit menn sem hafa verið edrú jafn lengi og ég. Ég auðvitað þakkláttur fyrir það, fyrir þeirra hönd. En alltaf að því við vildum ekkert fara tilbaka. Við giltum aldrei þetta líf fyrir okkur, eins og sumir virðast gera, og hverfa því aftur. Segja kannski við sjálfan sig, þessa blekkingu stóru, en þetta var nú ekki svo slæmt. Þetta var helvíti og ekkert annað oft á tíðum. Og þetta ennþá helvíti fyrir marga menn. Og ef þeir sem að risu upp úr þessu ætla að fara þangað aftur, þá fara þeir aftur til sama helvítis og ekkert annað. Viljum við það? Þetta viljum við það ekki ef við höldum vitinu uppi. Ef við getum mist vitið. Og hvað það annað að missa vitið þegar við stökkum inn í þetta forarsvað og teljum að nú sé að verður þetta bara í lagi. Þetta verður þetta ekki til lagi. Því að þetta bara það sem og það sama svaði og hefur alltaf verið. Það svona sem við þurfum að tala um, það svona sem við þurfum að kenna, því að það aldrei að vita nema þetta stoppi einhvern að fara. Þetta stoppaði mig af að fara og ég vissi þetta strax og þegar ég vissi að ég var hættur að þetta nákvæmlega einn og það hefur alltaf verið. Þannig að fyrir mér var það engin freisting og ekkert neitt sem ég langaði neitt til að gera og ég stend í enn áratugum seinna, búin að vera auðvitað án áfengis alla þennan tíma og þakka Guði einu fyrir það. Og svo 10 ára seinna þá komst ég til trúar og ég hef verið inn í kirkjunni núna síðustu 25 ár og ekki verið neins staðar annars staðar inn í kirkjunni og starfað með þessu ágæta fólki í kirkjunni. Og ég tala um kirkjuna ég tala um kirkjuna sem bara þessa söfnuði. Ég í söfnuði í dag og ég var ekkert í þessu söfnuði þegar ég kom inn í kirkjuna, en ég kom þá inn í kirkjuna og svo fór ég úr einu söfni í annað sem skelfilegt að segja frá. Þetta var svona og nú ég í einum sem ég búin að vera í, hvað ég búin að vera þetta lengi? Það skiptir engum máli, 10 ár, segja það og ég ekkert að fara neitt. Ég stoppaði eitthvað staðar. Ég reyndar löngu stoppaður en þetta hluti af því að þrauka í Jesú nafni og þú þarft alltaf að þrauka. Þetta endalaus barátta. Að taka lyf, þess að létta sér baráttuna eina af þessum blekkingum sem í gangi og menn að vísa lyf á læknarnir jafnvel vísa á þessa lyfjum og fólk til að hjálpa þér. Svo bara ánetjast það kannski margt af því í staðinn þess að fá hjálpina, einu sönnu.
En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og hefur þetta ekki lengra að sinni en heldur þessu góða verki Drottins áfram. Og ég veit að þú ætlar að biðja fyrir þessu.